Sko, í Paradís. Þá hlakka ég til þess að byggja hús við strönd í Karíbahafi. Rasíst, ég vissi að hún segja þetta. Ég er ekki alveg búinn. Ok, hægt áfram. Já, eins og ég var að segja. Þá hlakka ég til þess að byggja hús við strönd í Karíbahafinu. Og á hverju einasta kvöldi ætla að labba niður ströndina, setjast í hengirúmið mitt, bara horfa á sólsetur. Bara sitja þar og þakka Eva fyrir þetta ótrúlega fallega listaverk sem hann málar á hverju einasta kvöldi fyrir okkur. Það hljómar reyndar ótrúlega vel. Ok, Vignir, út næstur. Ok, það sem ég hlakka til að gera í Paradís er að eiga fjallakofa, einhvers staðar lengst upp í fjöllum helst. Bíddu, Vignir. Hver segir að við getum bara byggt og búið hvað sem við viljum? Fáum ekki úthlutið svæði? Jú, kannski er alveg rétt hjá þér. En í Sálmi 145, versi 16, kemur fram að Jehóva uppfyllir þrár allra sem lifa. Þetta er draumurinn minn. Svo, eins og ég var að segja, það sem ég hlakka til að gera í Paradís er að eiga fjallakofa, helst alveg út á Bjargbrú, með svalir sem hanga yfir risastórum dal. Svo á nóttinni myndi ég hafa gluggann að opna alveg upp á gátt, þannig að morguninn eftir myndi ég vakna við fuglasöng og sólin skín framan í mig. Þá myndi ég fara á fætur, borða morgunmatinn út á svölum og njóta náttúrunnar. Geggjað. En þú, Magnús? Já, mér er eiginlega sama hverju á að búa, en ég hlakka mest til að vera í náttúrunni. Og einhvern tímann ef ég og Leifur ætla ég að fara í alveg 25 ára langa safariferð. 25 ár? Brjálæði. Já, kannski, en það er bara svo margt sem ég langar til þess að sjá. Og einhvern tímann ætla ég að taka bakpoka minn og bara þetta allra nauðsynlegasta og bara ganga af stað. Bara ganga og upplifa náttúruna og sköpunarverkið. Síðan þegar kvöldar þá bara tjalda ég og fer að sofa alveg óhræddur, vakna morguninn eftir og held áfram. Mér langar að sjá staði eins og til dæmis Grand Canyon og Viktoríufossa og Nýja-Sjáland. En bíddu, Magnús, þessi staður er samt allir í sitt heimsókninni. Menn ætlar að reyna að labba þangað? Já, ég veit það ekki alveg, þess vegna þær ég örugglega 25 ár. Jæja. Benni, það kom að þér. Reyndar laka mér svolítið til að eiga minn eigin grasagarð. Ha? Grasa hvað? Svona grasagarð, þú veist, það er bara grænt, nýslegið gras. Plöntur frá öllum heimsóknum sem ég ætla að safna saman. Og ég ætla meira að merka þær allar og það verður bara fullt af fallegu blómum. Ég og fjölskyldan mín fórum einu svona á heimsóknum svona stað fyrir ekki svo lengu og bara síðan þá hefur mér bara alltaf langað í svona. Ég er þetta mann að teikna, ég vil kannski sjá. Ertu með símann? Já, hann er hérna. Nau, vákvæmlega flottur. Geggjað. Þetta á reyndar að vera 50 hektarar að stærð. Ef ég hóla mér að fá svona stórt svæði. Já, allt í lagi mínu vegna. Með auðvitað það. Já. Ég er reyndar svolítið búinn að hanna hann svolítið langa tíma. Vá, flottur. Allan að þetta er draumurinn minn. Það kom að þér, Tómas. Hvað get ég alveg sagt? Hvað er ekki komið fram þér? Ég ætla bara að segja að ég hlakka til að eiga svona góða stund með ykkur að eilífu.